Góðan daginn, kæru vinir, gleðan hvíldardag. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara að keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknarstarf og ég bara, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði tresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknarstarf. Og hann sagði og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem í prestaskólanum og var að biðja þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknarstarfi. Og ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mig ekki neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færði að heimsækja með henni og ég sagði og svo svona liðu tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom til mér og sagði dóttir mín að fara að kenna í skólanum hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna hálfsmánaðarlega og getur við ekki bara að fara að heimsækja á meðan hún að kenna. Svo þannig byrjaði heimsóknarstarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég búin að finna lista yfir fólk sem á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknarstarf að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákvaðum, ég var með lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákvaði að heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað og förum sem fengum leyfi til að fara að hitta hana og okkur sagt hún hérna inn í borðstofu, hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurðu mig og ég sagði þekkjurðu mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði við erum að heimsækja þig og hún sagði en af hverju? Og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja. Og hún sagði, okkur í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að biðja allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrfti að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þessa rannsókn þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði áður ég get farið næst. Svo hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, alveg sjálfsagt, ef þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hún sagði, ég finn engan annan, það er engin annar, það er bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt. Og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið því svona talminna, þetta var svona að kyngja próf sem þurfti að fara í, ég sagði dóttur minni frá því sem talmennafræðingur og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveðið test eða rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpuna sem voru að gera þessa rannsókn á henni og það sagði, já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingarmikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr og það var eitthvað að hjá henni að öðru leyti virtist allt fyrir lagi svo að þetta bara sýndi svo mikið að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar, hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax, ég beið einhverju hluta vegna, svo fór við þennan dag og það var einhver þessi dagur sem virkaði fyrir hana. Og það er bara dásamlegt að finna að Guð svona notar sig. Svo fór við kannski 2 vikur seinna, 4 vikur seinna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ég hef ekki farið í kirkjur í mörg ár og
ég finn mig ekki að koma þó að sé alltaf vera tók í mig. Mér finnst ég þurfa að fara, en ég þekki engan, allir dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki, svo ég bara finn mig ekki að fara. Og ég sagði, það bara allt í lagi, það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki þarna til þess að íta á það. En við sögðum við hana, ef þú kemur, þá máttu sitja með okkur, þú mátt sitja hjá mér, ég er alltaf píanómegin eða hjá Young Hee og hún er alltaf orgelmegin og þú er bara velkomin að koma og vera með okkur. En svo kom hún ekkert og svo allt í einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voða glöð að sjá hana. Þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar. Og hún sagði, ég hitti hana í matvörubúðinni. Og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin. En svo þegar ég sá hann í matvörubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára, þá hefði ég sagt, ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp, ég skal færa í kirkju. Og hún er búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan. Og það er alveg dásamt að sjá hann, hún kemur alltaf hlaupum til mér, tekur utan mig og segir, þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt saman. Og það er bara dásamlegt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann er með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur, svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði. En eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young Hee, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, við höfum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingjusaman og brosandi út af eyrum og bara þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við vorum bara að svara kalli, við vorum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra, en Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi, því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip. Allt sem þú þarf til þess að geta, gert það sem hann er að biðja mig að gera. Og það er bara svo dásalegt og að fara 2 og 2 er líka mjög gaman því að ég og Young Hee sem þekktust ekkert áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari. Og það sem við gerum er við förum, tölum við fólki, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallaði okkur til að koma að heimsækja þau. Og svo bara hefur Young Hee, hún hefur opnað biblíuna og lest texta og tala svona út frá eigin hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala þeirra þarfir og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og það er bara alveg bara dásamlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi Etta sem hitti Cindy í matvörubúðinni að við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði henni var illt í hnénu og svona, svo því ég hitti hana næst í kirkju þá svona, heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, wow en svona er bara Guð góður og hann hlustar og hann svarar bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.